Hörður Arnarsson hjá Golfsögu segir að golfkennsla í ferðum fyrirtækisins til Costa Ballena golfsvæðisins á Spáni sé mjög vinsæl. Boðið er upp á golfskóla þar sem golfkennarar leiðbeina þeim sem vilja bæta sig í íþróttinni. 3000 kylfingar fara utan með Golfsögu á þessu ári. Já, við byggjum þetta þannig upp að fólk getur komið hérna, annarkvort fengið sér leigusett eða í raun og veru tekið plastið utan á kílónum og byrja bara frá núllpunkti. Þannig er hluti skólans byggður upp að þeir sem eru bara að koma algjörlega sem græningjar að þeir fái þeir fái bara góðan skóla fyrir sig. Og þau byrja ekki eiginlega allir morgnar hjá okkur bara skóla, sest inn í skólastofu og... Allir morgnar byrja á því að setjast inn í skólastofuna. Og hvað er það að fara yfir? Já, það er verið að fara kannski yfir verkefni dagsins, hvað það sem við ætlum að gera í dag og svo getur það náttúrulega þróast út í annað spjall og aðra vangaveltur, en allir dagar byrja í skólastofunni og svo er farið út á svæðin og annarkvort æft pút eða vipp eða pits eða full golfvögg eða jafnvel... Er þetta hvað? Þrjár stöðvar eða hvað? Nei, þetta eru nú, ég myndur að segja þetta væri, já, með skólastofunni þá var þetta nú 6 stöðvar, sko. Já, okay. Þannig að við erum með náttúrulega golfvöllin og erum að nýta hann líka. Við erum með frábæran 9 par 3 völl sem að nýtist mjög vel í kennslunni. Já. Og svo erum við með 4 stöðvar hérna á æfingasvæðinu sem að... Og allt frá bara fullum höggum yfir í chip og vipp. Og pút. Þannig að það er bara farið í öll undirstöðuatriði. Já, og golfreglurnar og ég held kannski að stór hluti af þessu skóla sé líka að vinna á andlegu hlutunum. Já. Það er hérna... Það er ekkert minni þáttur í golfinu. Sennilega bara meiri. Já, það er bara dálítið þannig, já. Sennilega bara meiri, sko. En þú sjálfur, ertu mikið að kenna eða ertu bara svona með yfirumsjón á þessu öllu einhvern veginn? Ég er ekki með yfirumsjón á skólanum lengur. Nei, Magnús er með yfirumsjón með skólanum og hérna við Magnús byrjum á þessu 97 í Portúgal. Já. En í seinni tíð þá ég er raunum frá 2006-07 þegar Ragnhildur kom inn í þetta með okkur að þá fór hún inn í skólan og ég fór... Og sem það hafi verið hér síðan þá, eða ekki? Já, við erum búin að vera hér síðan vorið 2006. Já. Og það er ekkert hægt að biðja um betri aðstöðu það? Er þetta ekki bara alveg eins og þetta gerist best bara? Jú, þetta er hérna... Við Magnús, við fórum út allan Íberíu og Skagann. Til að finna bara... Fyrir að finna þetta svæði. Ég byrjaði vestast í Algarve og Magnús norður fyrir Barcelona. Og svo vorum við búin að kíkja á einhver 20 svæði samtals. Þegar ég kom hérna og þá var hann komið niður fyrir Alicante. Og þá hringdi ég í Magnús og sagði að við værum búin að finna staðinn. Þetta er komið. Þú varst ekki til vafa? Nei, og hérna fekk mjög gott viðmót frá fólkinu hérna og þá var bara næsta verkefni hvernig getum við transportera fólkinu hingað. Hörður keppti í golfi á yngri árum en þegar hann var 25 ára tók hann við stjórnun yngri landsliða Íslands. 25 ára gamall þegar ég tek við unglinga landsliðsþjálfun, eða raun og veru kannski ekki beint þjálfun, heldur var liðsstjóri unglinga landsliðana. Og sá svona alla þá stjórnun og skipulaði kringum þessi golfmót og valdi liðin og annað slíkt, sko. Já. En ég var nú ekki með golfkennarapróf þá og það var landsliðsþjálfari sem hét John Garner sem svona sá kennsluna að mestu leyti. Já. Og ég var í þessu starfi í 5 ár og á sama tíma þá fór ég líka sendi golfsambandið mig út á örkina og
og ég ferðast landið og var að kynna íþróttina. Breiða fagnaðarinn út? Já, og setja upp dagskrá fyrir unglinganemndir og annað slíkt til þess að gera hluti svolítið meira skipulagt. En bara þú sem kylfingur, hversu góður eða lélegur kylfingur ertu? Ég á nokkur augnablik. Ég held að besti árangur í Íslandsmóti var held að vera Akureyri. Þá enda ég held í 11. eða 12. sæti. Og í hvað fór gjört í dag? Ég í 5,78 sko, sem er bara, já. Hvað er að lægsta sem þú fórst í? Ætli ég hafi ekki verið einhvern tímann í rétt undir 2 í forgjöf. Þannig að var aldrei neitt jú, ég lenti í öðru sæti í Íslandsmóti unglinga og annað slíkt sko. En það eru strákar úti sem voru alltaf aðeins betri sko. Að þú ennþá mjög gaman að því að spila golf, er það ekki? Jú, og bara meira gaman að því núna heldur en oft áður sko. Hvernig sérðu golfsögu fyrir þér eftir 3 ár? Bara ennþá fleiri kunnar og... Já, bara sem sagt, þetta gengur vel og það er klárlega mikil aukning í golfferði heima og það er kannski líka að reyna bara að halda áfram að búa til og bæta þau gæði og þær ferðir sem við erum með hérna á þetta svæði. Og svo koma svona með einhverjar skemmtilega nýjungar. Hvað er mikið af þessu hjá okkur bara golfferðir eða bara fólk að koma í golfskóla? Hvernig heldur að hlutfallið sé? Sko við erum að flytja á þessu ári 3000 farþega. Og ég held að golfskólanemendurnir þeir eru einhvers staðar 400. Við hittum Hörð á La Gomera, eyju skammt frá Tenerife og einn margra áfangastaða hjá golfsögu. Hörður, hvað er þetta að segja með svona hólu? Á hvað hólu erum við núna? Þetta er 4. hólan. Þetta var uppáhaldshóla mín. Þangað til að Siggi Hafsteins fór hóli ekki hérna. Ok. Þannig að þá gaf ég það upp á bátinn. Já, og til þess að það sé á hreinu, við erum á eyju sem heitir La Gomera. Hvenær byrjuðu þið með að bjóða upp á golfferðir hingað? Það var 2010. 2010? Já. Og bara slegist hvert einasta sæti nánast frá upphafi? Nei, það tók nú svolítið tíma að vinna þetta upp. Þetta er það er ekkert sjálfgefið að koma að þetta og svolítið ferðalag og ég myndi segja að svona frá 2017 þá hafi þetta verið það var verið aukning og svo hefur það verið svolítið bara mjög þétt síðan og núna þessar ferðir í vor eru 98% uppseldar og eru búin að vera það í raun og veru síðan í maí. Þannig að við lengdum í tímabilið og opnum fyrir apríl og fram í byrjun maí. Og það er alltaf fyllast. Já, og það er ekkert skrítið með þetta er frábær golfvöllur og þetta útsinni er náttúrulega bara einstakt. Og við erum á hólu 4 núna, 10. hólan er jafnvel fallegri. En á allir völlurinn bara, þetta er rosalega vel lukka golfsvæði, eða ekki? Jú, það er það. Það er margt sem að kemur inn í. Það er bæði skemmtilegu golfvöllur sem þú fær ekki leið á og svo er bara einhvern veginn bara rólegheitin og á þessari eyju gera það einhvern veginn að verkum að fólk bara slakar á og upplifir að það sé í frábæru fríi. Og ef ég myndi beðið að bara velja hver er fallegast og flottast í golfstaðurinn? Þá myndi ég bara ekki svara því, sko. Gerir ekki upp á milli barnanna eða? Já, ég gera það ekki. Þetta hefur allt
sinn sjarmör í bara tíma og rúmi og félagsskap. Og þetta fer svona bara eftir í hvað maður langar að gera í það skipti. Akkurat. En þetta er rosalega flott þetta. Ég ætla að horfa á þig og fara að hóla í höggi núna. Já. Ekki hóla í höggi í dag allavega. Varstu góðan að tjekka þig? Ég ætla að fá par, sko. Nó. Þetta hefði nú mátt þetta líka. Já, þetta smá. Par getur að fá allt.